Hæ, ég heiti Agnes. Hæ, ég heiti Raun. Ég spila gítar. Ég spila trommur. Og þetta er Selfoss. Við sittum hérna í konungskaffi í nýjum miðbænum á Selfossi sem við líka kalla Litla Kaupin. Hér er hægt að finna ýmsar búðir. Hvað er kennilegt til Selfossar? Að mínum að þetta er Ölfusbrúin. Ég held það líka. Stóri hóll. Já, kannski. Stóri hóll er... Lítill hóll bara. sem er frekar stór hóll. Menningarlífið, sko... Já, fyrsta tónleikastaðurinn á Selfossi kom bara með hérna nýja miðbænum. Það eru 2 barir hérna og þeir komu líka með miðbænum. Ég held að þessi miðbær er eiginlega að gera margt fyrir menningarlífið á Selfossi. Ég ætla að fá að segja það. Ég heiti Þórhildur. Ég heiti Ásthildur. Ég er söngvarinn. Ég er bassaleikari. Og þetta er Mosfellsbær. Krútleifabær. Þetta er náttúrulega skyndibitabær. Áður en ég flutti í Mosó þá þekkti ég bara Mosó sem KFC-staðinn. Býttu, hver er Mosó aftur? Já, KFC, ok. Mosó er þekktur fyrir að hafa mikið af listamönnum og tónlistafólki. Það er Múkisson, GTRN og Kaleo. Sundlaugin, það er upptökustaður, mjög þekktur. Það var stofnað af mjög frægu bandi, eða ekki? Sigurrós. Hljómsveitin tekur oft upp hérna. Takk fyrir. Og við erum hljómsveitin Geðbrigði. Geðbrigði spilar drunga, þunga, punkrock. Förum ekki í eina stefnu, förum eiginlega í alla stefnunar og spilum það sem við fílum. Og það verður að einhverju kaotísku hljóði. Það sem sker okkur út frá hinum hljómsveitum er kannski hugsanlega þessa stefnuleysi. Við erum farin að lýsa stefnuna sem við spilum, þá er þetta eitthvað runa af orðum til að reyna að lýsa þessu. Já, bandið og tónlistinn endurspeglar pínu nafnið á því. Það er einhver ádela í textunum sem við erum að deila á ýmis svona samfélagsvandamál og jafnvel þótt að við séum fyrst og lítið band í lítilli senu og á lítilli eyju, þá finnst okkur samt mikilvægt að koma sér til skila. Það er bara alltaf mikið að fávitum í heiminum. Þetta er bara líka útrás fyrir okkur, koma þessum erfiðu tilfinningum út og að einhverjir geti tilengað sér þessar tilfinningar sem þau geta kannski ekki komið út sjálf, já. Fólk sem verður ekki mörk annarra, fólk sem bara dreifir hatri og bara asnar. Hvort það sé bara, ef þau eru dónaleg eða massa leiðileg. Það getur farið frá því bara alveg upp í, ofbeldi. Já. Ég held að ég tala fyrir okkur öll að við erum mjög glöð að við erum búin að kynnast Pan Arctic Vision. Þetta verður ævintýri. Við erum alltaf mjög spennt.